Góðan daginn og velkomin í Silfrið. Við byrjum hérna venju samkvæmt á vettvangi dagsins. Komnir hérna til mín góðir gestir. Á eftir kemur Baldur Héðinsson, starffræðingur. Við ætlum að fara aðeins yfir skoðanakannanir, svona rétt fyrir kosningar, hvernig rétt að lesa í þær og hvað ber að varast. Og síðan kemur til mín Brynhildur Bolladóttir, upplýsingafulltrúi Rauða krossins og við ætlum að ræða þessum börn á flótta. Mikið rætt það á síðasta degi þingsins núna daginn. En hérna eru sest hjá mér Andrés Magnússon blaðamaður, Hulda Þórsdóttir stjórnmála sálfræðingur, Anna Sigrún Baldursdóttir, aðstoðarmaður forstjóra Landspítalans og Mikael Torfason, rit- og handritshöfundur. Velkomin öll sömul. Það náttúrulega mikið að gerast í pólitíkinni. Svona stærsta máli í þessari viku og kannski máli sem kom upp rétt fyrir helgi með útkomu blaðs Stundarinnar. Fréttir af Bjarna Benediktssyni, forsætisráðherra og formanni Sjálfstæðisflokksins. Anna Sigrún, byrjum að þessu þér. Þarna kemur í ljós að hann seldi þarna töluvert hlutabréf í febrúar 2008 sem hefði svo sem áður legið fyrir. Síðan færði hann fjármuni úr sjóði 9 og í aðra sjóði bankans sama dag og neyðarlögin voru sett. Þetta svona enn eitt máli sem kemur upp, hneykslismáli sem kemur upp, erfitt mál fyrir formann Sjálfstæðisflokksins. Hvernig horfir þetta við þér? Er þetta að fara að breyta einhverju fyrir Sjálfstæðisflokkinn, breytir þetta einhverju fyrir kjósendur? Já, þetta í besta falli óheppilegt, verulega óheppilegt í kosningabaráttu, menn hafa svolítið annað að gera í kosningabaráttu heldur en að vera að berjast við gamla drauga. Og ég held að það sem er þarna að gerast svolítið, það svona nett vintrismoment í þessu fyrir Bjarna og það snýr ekki beinlínis að gjörðinni heldur að viðbröðunum. Og ég held að hans vintrismoment hafi svolítið verið þarna í þættunum Víglínan á Stöð 2 fyrir áramót þar sem hann spurður beinlínis út í þessi viðskipti og hann næri ekki að svara nógu trúverulega fyrir það, núna sjáum við það og þá komum við aftur að þessu erfiða sambandi sem að hann og margir fleiri virðast eiga við sannleikann. Það svolítið erfitt að segja allt og segja nógu mikið þannig að þeir haldi sínum trúveruleika. Ég held að því leytinu til þetta verulega óöflegt fyrir hann að fá enn eitt slíkt málið og mjög vont að setja flokkinn sinn í þessa stöðu á þessum tímapunkti. Það sagt, þá hins vegar langlunda geð og sjálfstæðismanna ótrúlegt gagnvart svona málum og næstu því fallegt eða meðvirkt, ég veit ekki hvort það sko. Mikael, tekur undir þetta? Já, ég held að síðustu kosningar myndu snúast Bjarna Ben meira en hann í síðustu kosningum þá reimaði gamli varnarjaxlinn hjá Stjörnunni á sig takkaskóna og hjólaði í hverju einustu tæklingu og gjörsamlega rústaði kosningunum. Því að þær áttu að snúast það að hann hafði líka átt sitt vintrismoment í Kastljósi, man ekki febrúar 2015 þar sem að hann sagðist að ekkert svona myndi koma í ljós sem hann ætti einhver félög í einhverjum skattaskjólum. Svo kom í ljós þetta Falsan félag sem hann hefði stofnað með einhverjum félögum sínum í kringum einhver fasteignabrask í Dubai. Og það kemur í ljós og maður hélt að það myndi snúast það og maður hélt að kosningarnar síðast sat ég fram á sjónvarpi, myndi ekki snúast borgun, myndi ekki snúast Panamaskjölin, myndi ekki snúast lekamálið, en þetta snerist ekki neitt að því. Þetta snerist það, kosningarnar snerist síðast það að Óttar Proppé liði vel í vinnunni og honum væri heilsað við kaffivélina á Alþingi og eitthvað svona. Snerist aldrei þetta snýst nefnilega persónu Bjarna Benediktssonar. Þetta getur ekki snúist pólitík Sjálfstæðisflokksins vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn í vandræðum bara með þennan formann. Fjölskylda hans hefur verið auðga skífulega á meðan hann hefur verið við stjórn, meðan hann hefur verið við kjötkallan eins og sagt Við erum með borgunarmáli, það var aldrei rætt í síðustu kosningabaráttu. Framsóknarflokkurinn á sögu með formönnum sem þurftu örugglega að semja á bak við tjöldin við þennan hluta flokkseiganda félagsins sem einhvers konar auðvald á Íslandi. Og maður getur ímyndað sér að Davíð hafi stundum þurft að beisla menn á þeim, en þú komst aldrei að Davíð með krumluna ofan í súkkulaði bita kökuboxinu og bara súkkulaði allt þú komst aldrei að Davíð hann. Hann var ekki, og nú var ég að skrifa í leikrit sem að vera frumsýnd 20. október og heitir Guð bless Ísland og upp á rannsóknarskýrslunni. Það engir e-mailar frá Davíð þar sem hann eða einhverja hans vegum að senda e-mail að selja þetta og kaupa norska krónur. Kannski því að hann notaði ekki e-mail. Ég myndi alltaf það. En það ekkert sem bendir til þess heldur innan bankana að hann hafi verið að fjárfesta í evrum eða norskum krónum eitthvað sem hann hafi meiri trú heldur en íslensku hagkerfi þá. Það ekkert sem bendir þess.
og hér tala ég sem maður sem var alltaf ósammála Davíð og var alveg til í að rífast pólitík Sjálfstæðisflokksins og hafði gaman að því áður en Bjarni Ben var formaður, þá gat maður vera ósammála Geir Haarde, en hann virtist vera svona fyrir mér sem var ósammála honum og ósammála Davíð, þá virtist þeir vera svona heiðarlegir embættismenn. En ég held að Sjálfstæðisflokkurinn er miklu meiri vandræði með þennan formenn heldur en þeir hafa áður verið með formenn á meðan ég hef fylgst með pólitík. Það getur vel verið að ég geti farið heim og lesið öldin okkar og fundið eitthvað stóra skandala, en að þeir voru ekki efnahagslega tengdir svona. Og með svona, sem talaði um að sé hæstamáta óheppilegt, ég held að Sjálfstæðisflokkurinn og Sjálfstæðismenn og Sjálfstæðiskonur sem eru margir og þetta er eitt stærsti, ennþá einn af stærri flokkunum og með mikið starf út allt land og fullt af hreppstjórum og sveitarstjórnarmönnum og fullt af fólki að starfa í Sjálfstæðisflokkum. Ég held að þau skili miklu betri formann. Andrés, er þetta ekki að einhverju leyti rétt, sko? Það gerðist ekki það sem allir héldu einmitt fyrir ári síðan það var kosið, að það yrði kosið svona persónur og leikendur í þessum Panama-máli, en núna verðist einmitt alls ekki snúðast nein málefni, heldur einmitt bara ákveðnar persónur. Mér finnst nú að þessi kosningabarátta sé ekki alveg komin af stað af alls konar ástæðum. Það boða til með stuttu fyrirvara og síðan hafa ýmis önnur mál tafið fyrir. En ég held að við ættum líka að fara varlega að segja að við heldum að það yrði kosið með eitthvað og svo var kosið með eitthvað annað. Þá við allar kosningar. Menn halda alltaf, já, nú ætlum við að ræða þetta. Og þá kemur eitthvað framboð og vil ræða kvótamál eða eitthvað. Við höfum tapað því svo oft áður. Og mér finnst í þessu máli að hér er að ræða gamla frétt. Ég myndi spyrja jafnvel ekki frétt vegna þess að henni er augljóslega kastað fram til þess að hafa áhrif á kosningarnar. Það er fátanir sem inn í því. Og mér finnst þetta raunverulega furðulegt að hlusta á... Af hverju segirðu þetta? Ég skil ekki út hverju segirðu þetta. Tímasetningin er algjörlega ljós. En býtu, væntanlega þegar menn voru að vinna þessa frétt, þá lágu kosningar ekki fyrir. Ég veit ekki hvernig þið byrjaði að vinna hana. Ég held að það eru ekki gert það daginn áður, sko. Nei, en ég meina af einhverjum ástæðum þá kjósa þær að bíða með þessa frétt. Þannig að þetta er samsæri? Ég veit ekki hvort það er samsæri. En ég bendi þér á, ef þú vilt lesa Stundina, sem er náttúrulega miðill sem er svolítið sérkennilegri leið, skulum við segja. Ég bara spyr, sko. Og blaðamennir þar sem eru blaðamennir sem stóðu sér vel í lekamálinu til dæmis og keyrðu lek. Hvar endaði lekamálinu? Augnablik, ef við bara fyrst að ræða máli sem við erum að ræða núna. Ég gerði það gamni mín að fara á fjölmiðlavaktina og athuga hvað þeir hefði skrifað marga fréttir Bjarna Ben á árinu. Það eru 242 fréttir í blaði sem hvað, er þetta ekki mánaðarlega? Hann er náttúrulega forsætisráðherra. Já, ég athugaði líka hvað þeir skrifað marga fréttir alls. Það eru 2333. Það er svona meira en 10% af fréttum Stundarinnar fjalla Bjarna Benediktsson. Og ég meina, þú veist, meira segja hefur virta fræðirit Metal Hammer skrifar ekki 10% frétta sem Metallicu. Þú veist, menn dreifa fréttunum aðeins meira en þetta. Þetta er bara, þú veist, crazy. Þannig að þú veist, það er verið að segja tiltekinssögu frá þarna sem hendar, þú veist, tilteknu sjónarmiði. Og það er, þú veist, pólitískt. Ef þú vilt kalla það samsæri, þá veistu meira en ég, en gott að vera. Ég held að Stundin sé að sinna hlutverki sinni sem er að sinna aðhaldi við stjórnvöld og Bjarni Ben er forsætisráðherra. Þannig að ég held að ef aðrir eru að skrifa færri fréttir forsætisráðherra, þá ættu þeir fjölmiðlar að líta í eigin barm og skrifa fleiri fréttir forsætisráðherra. Sama þó að verði Katrín Jakobsdóttir eftir kosningar. Mikki, ég bendi þér á. Stundin sagði þessa frétt í mars. Hún var bara ekki sorsuð þá. Þannig að það er endurbirtuna núna. Með sorsum. En þetta er náttúrulega mikið meiri upplýsingar, þarna eru tölvupóssamskipti sem Nei, veistu að það er náttúrulega upplýsingar ekkert miklu meiri. Það er látið eins og það sé allt í einu, þú veist, komin eitthvað rosalega mikið af gögnum og síðan gera eitt sem ég held að við Mikael séum sammála það eru verðið að láta af að það er að skrifa 2 kílómetra langa fréttir og bara fjölmiðlar verða að fara að stytta mál sitt því að það var hægt að skrifa þessa frétt í talsvert styttra mál. Þannig að einhver skilji jafnvel. Hvað segir þú? Mun þetta hafa áhrif á kjósendur? Mér er svolítið skemmtilegt að fylgjast með þessari umræðu hér, en ég held að hún svona endurspegla svona hátt það sem að gerðist á föstudaginn, að þeir sem að fyrir voru mjög andsnúnir Bjarna og löngu orðnir þreyttir á því hvernig þeir upplifa, eða þú veist, Heflon Bjarni og allt þetta, það var bara vatn á millu þeirra. Aðrir, kannski eins og viðbrögð þín endurspegla, þannig að ég ætla að gera upp einhverjar skoðunar því ég þekki þær ekki. Að bara, já, heyrðu, nei, þú veist, þetta er búið, við erum búið með þetta breytir engu. Þannig að ég held að þetta muni sannarlega endurspeglast í fylginu. Þetta er Sjálfstæðisflokkurinn mögulega komið niður í eitthvað kjarnafylgi. Þetta fólk er löngu búið að gera það upp við sig, hvað því finnst Bjarna Ben, hans viðskiptahagsmuna, hans mögulegu sögu í hruninu. Það mun breyta mjög litlu fyrir
yfirgnæfandi meirihluti þessara 20%. Hinir bara, kyndir undir eldin í mótstöðu Bjarna. Þannig ég held að þetta muni hafa lítil áhrif önnur en þau, en að hita enn undir umröðinni og gera hana kannski svona, harðari. Það er líka eitt sem ég mætti kannski skjóta að, því að Mikael var áðan svona nánast ekki vel kynna, hann hefur verið að braska með fjárfestingar og gjaldmiðlum og eitthvað svona, að stöndugu fólki sem tekur þátt í stjórnmálum, það hefur ekkert marga kosti. Einhvers staðar þarf það að parkera peningunum sem ekki satt. Jú, það getur keypt hús eða eitthvað slíkt, en ef þú ert með eitthvað lausafé þá þarf það að koma því fyrir einhvers staðar. Og ég held að við getum flest verið sammála það að það sé óeðlilegt að stjórnmálamenn séu að annast kaupsýslu samhliða þingstörfum með einhverju slíku. Og ég fæ ekki séð að það sé nokkur betri kostur á Íslandi annar en að setja einmitt í slíka sjóði þar sem að þú getur valið milli sjóða eftir fjárfestingarstefnu eða gjaldmiðil eða hvað það er, bara það sem hendar þér og þú hefur trú á. En þú getur ekki verið að hlutast til fjárfestingarsjóðana. Þannig að ég held að það er raunverulega ef eitthvað væri til fyrirmyndar og ég held að fleiri stjórnmálum ættu bara að ræða það og taka það upp sem vinnureglu. Ef ég fyrir stjórnmál, þá þarf ég að taka auðlegana og hætta að skipta mér atvinnulífi og inn í svona sjóð. Bless. En Bjarni náttúrulega gerir það ekki strax. Það er augljóst að þegar hann náttúrulega fer í það að vera formaður Sjálfstæðisflokksins að það er fyrst þá sem hann í rauninni hættir öllum afskiptum af sínum viðskiptum. Já, en hann byrjar að því fyrir. Ég meina, þessi peningar sem þarna koma við sögu einmitt vegna þess að hann að afkúpla sig. Ég meina, fjölskyldans var þarna í baráttu, Íslandsbanka á sínum tíma eða Glitni eða hvað hann hét þá. Og þeir töpuðu. Þannig að þeir þurftu að selja sína hluti samkvæmt einhverju áætlun. Þess vegna voru þeir að losa allan pening og hann var síðan að fara enn einu megin að rétt. Þannig að þarna eru peningar sem að hann þarf eitthvað að gera við, annað en að bara henda þeim. Það skiptir máli að hann hætti afskiptum af viðskiptum. Það skiptir mjög miklu máli að hann gerði það og mér fannst það gott. Já, gerði hann alltaf kannski mögulega bara aðeins og seint. Ég veit það ekki, en allavega þá gerði hann það og það er allavega eitthvað þegar menni allavega horfast í augu við eitthvað sem þeir telja sjálfur innan á með sér að mögulega kunna að skaða það sem þeir eru að gera í dag og bregðast við því með þessum hætti þá held ég að menn hljóta að horfa til þess með jákvæðum augum. Auðvitað er það samt óheppilegt að hann sé á okkur nætufundum með stóðir áður FL Group stærsta hluthafanum í Glitni og daginn sem Geir Haarde flytur Guð blessi Ísland-ræðuna og flestir, fyrir utan að Bjarni heldur að allir hafi vitað að bankarnir væru að fara að hrynja. Hann bara telur að það hefði verið almenn sannind á Íslandi og sagði bara að þú getur kíkt á forsíðu blaða þess efnis. Forsíða Fréttablaðsins 7. október var sláturtíð gengur vel. Það er bara áfellisdómur yfir Fréttablaðinu. Já, ok, en það vissi þetta ekki allir. Það voru ekki allir á nætufundi með Jóns Ásgeirsmönnum. Þar var Bjarni Ben. Herðu, kvöldi áður, það hefur bara getað lesið Facebook síðan. Og hann var 7. október. Það fjölluðu bara fullt af fólki um þetta. Hann var 7. október að senda e-mail samkvæmt þessari fréttastundarinnar sem er núna sorsuð eins og þú segir að losa sig út úr sjóði 9 sem að fullt af fólki gat ekki gert af því að vissi ekki betur og taldi sig bara treysta því þegar það væri sagt þegar stjórnmálamenn komu formaður Sjálfstæðisflokksins forsætisráðherra Geir Haarde kom í sjónvarpsfréttum og sagði við erum að vinna í þessu, við erum með góðar áætlanir og við erum búin að taka við þetta mikið að hluta fyrir Glitni og annað og við, það verður allt í lagi með okkur og bara verði róleg. Þá er hann að losa síðustu 21 milljónina til að kaupa sér norska krónur. Ég býð það ekki til. Hann var ekki að kaupa sér norska krónu, hann var leggin í sjóð sem vill svo til að var skilgreint í norska krónu. Til að græða meira og hvað grætt? Heyrðu, ég ætla bara að minna það, þú sem fyrrverandi blaðamaður í Fréttablaðinu, ég ætla bara að minna það að sko, það er hugsanlega ein ástæða þess að Fréttablaðið var bara að segja fréttir og sláturtíðinni. Ég var náttúrulega ekki ritstjóri Fréttablaðsins þá. Nei, en þú veist, hugsanlega ástæða þess að það var bara satt frá sláturtíðinni í Fréttablaðinu var sá að eigandi blaðsins var jafnframt í viðskiptalífinu. Sem Bjarni Ben var á nætufundum með til að geta til að fá upplýsingar sem við höfum ekki. Ég var ekki að vinna á neinu blaði þá. Nei, ég var ekki á neinu blaði þá. Og ég var ekki á þessum fundum. Ég hafði ekki sömu upplýsingar á Bjarni Benediktsson. Ég gæti ekki tekið mitt og sagði bara, hey, fjárfestin norska krónu vegna þess að hér er bankakerfið bara hliðina, hér er allt að fara á hausinn, hvar er mesti hagnaðurinn? Norskar krónur. Ég held sko, ef við höldum bara stráka til framtíðar. Og þetta er basically, eða svona mestleiti af það sem þú ert að segja, það er þekkt, það er alveg rétt hjá Andrési. Þetta eru þekkt mál sem eru að koma hérna upp. Þess vegna segi ég aftur að þetta snýst eiginlega ekki það einu sinni, heldur viðbrögð við því hvernig. Þegar þetta málið er tekið upp við hann í vígluninni, hann kannast ekki eiginlega við, þetta var svo lítið að það skipta eiginlega ekki máli
og svona flýra þess undan sannleikanum og það vandamáli, það trúverðuleika vandinn sem að Bjarni glímir við. Manstu hvaða pening þú millifærðir fyrir 9 árum? Ég myndi sennilega rekja minni til 50 milljóna, já, ég get ekki sagt að ég hugsi ég myndi verið sem muna 500.000. Já. Það bara þannig og ég held líka ef það skiptir svona miklu máli, eða litlu máli réttar að sagt fyrir Bjarna, það hann sennilega bara geta sleppt þessu eða ekki, eða bara gleymt þessu. Það gerði hann ekki, en punkturinn sá, viðbröðin eru þessi. Viðbröðin eru þessi. Í minningu og þekkingu. Ég bara segja að mín skoðun er sú að með þessu svari þá dregur úr trúveruleika Bjarna. Finnst mér það, nú kann öðrum að finnast þetta bara eðlilegt, en þetta er mín skoðun. Afhjúpar náttúrulega hans helsta veikleika. Hann sé algjör forréttinda peningastjætt sem er ekki í tengslum við almenningi í landinu, sem myndi aldrei vita hvað kíló ísu kostar og svo framvegis. Það er það sem þetta gerir. Förum aðeins annað í sjálfu. Hann eins og Benedikt Erlingsson leikari, frábær leikari, lék hann í áramótaskaupinu og það var eins og það væri bara Bjarni Ben sjálf, þá var hann akkurat eins og í Víglínunni. Hann var að segja eitthvað, ég man ekki hvað það var, eitthvað bara 50 milljónir skipta mig engu máli. Skilurðu það ekki, manneskja? Þetta var í Skaupinu mjög flott. Já, það ertu líka saman, skilurðu, annars vegar kaupsýslu, þar sem eru stóra fjárhæðir í spilinu, og síðan einkafjármagn. Það sem þú veist, eru eiginlega minni uppæðar í spilinu. Ég held að ég aldrei fara að vera saman um þetta. Förum yfir í hinn manninn sem að lenti í smá klípu og hann svona spansi aðeins öðru sig út úr því. Það var Sigmundur Davíð sem að vissi að einhver staðar myndi nú líklegast rekast á úrskurði yfir skattanefndar sín skattamál og birti grein í Fréttablaðinu sem að bara heitið Málalok. Það er nú kannski ekki alveg endað nákvæmlega þannig að því hafa nú bara verið lokað með þessari grein. Var þetta spunni sem að gekk vel upp, heldur að fólki finnist einhvern veginn illa hafi farið með Sigmund Davíð? Ég held að fólk skiptir bara mjög í 2 horn með það. Eins og hitt? Ég þekki mjög fáa, ég þekki einn sem hefur einhvern veginn svona skipt skoðun á þessu öllu. Ég meina, Sigmundur Davíð er mjög afgerandi persónuleiki, fólk tekur afstöðu til hans og ég held að allir Íslendingar séu fyrir löngu búin að taka afstöðu til hans. Þarna held ég að málavextir hafi orðið þannig svo snemma að það ráðist á persónur sem ekki málavextum og öll þessi einkennilegu málskilur þar sem hefur verið að ræða skattur hér og eitthvað annað þar og afskriftir og eitthvað, það veit enginn almennilega hvað það snýst. Þannig að mér segja bara, mér líst svona á Sigmund Davíð eða hinsegin. Sammála því. Er þetta sambærilegt og hitt, einhvern veginn? Það er þetta flókna samband við sannleikann sem menn eru að glíma við og þá kemur við aftur á trúverðuleika og heiðarleika og sennilega er þess vegna sem kosningarnar núna snúast að litlu leyti málefni vegna þess að við raunverulega klárum það svolítið í síðustu kosningabaráttu. Þá var það bara Birgitta sem kom með þannig að munið #Panama en að öðru leyti fjallaði þessu kosningabaráttu að mestu leyti málefni og við raunverulega erum búin svolítið að taka okkur í gegnum þá umræðu þá. Og núna ætlum við kannski nú eru kjósendur að velta þessi fyrir sér við erum svona að stóru leyti erum við sammála málefnin í þessu landi, það eru velferðarmál, það eru heilbrigðismál og menntamál, þetta viljum við hafa í lagi, við viljum að fá svona nettan frið fyrir stjórnmálamönnum, kannski við getum litið af þeim í einhver tíma, séu ekki að skandalast hér út alla jarðir og verða okkur að allægja erlendis jafnvel, þetta er óþægilegt, það er komin svona skandalþreyta, en við þekkjum málefnin, við erum svona nokkuð svona sammála hvernig við viljum hafa samfélagið og nú ætlum við bara að kjósa þá sem við teljum treystandi til að færa þau mál fram og þess vegna snýst þetta mannesku. En ég held að það sé svolítið mikil einföldur í gangi. Það er einmitt þessi þreyta, það er kosningaþreyta koni fólk og ég verulegar áhyggjur af hvernig mun fara með kjörsókn í þessum kosningum. En það er líka, það eru 9 flokkar eins og er það ekki? Er það ekki ennþá talan? Síðustu tölur. Já, síðustu tölur, 9 flokkar, en að fólk einfaldlega getur ekki sett sig inn í þetta og ég tel málefnaumræðan, hún líði mjög fyrir þetta. Við getum ekki farið inn eina svona núanseraðar, enga fínni rökræður besta rekstrarfyrirkomulagi í heilbrigðiskerfinu eða engin umræðum hluti eins og menntamál og hvað á stóru hlutina eins og framtíð okkar, gjaldeyrismála, efnahagsmála og svo framvegis. Það snýst persónu, ég skil mjög vel hversna það er bæði vegna þess að við höfum ekki haft tíma til þess að ræða hitt og það eru mjög svona afgerandi leikmenn hér á borðinu og einmitt þetta kom út af því en þetta ég held að þetta sé ekki gott og þá það sem gerist þá líka að þá eiga kannski frekar upp á pallborðið bæði flokkar og sjónarmið sem að boða einfaldar lausnir
og við erum aðeins að sjá það eins og kannski í flokki fólksins til dæmis að það svona ákveðin popúlismi. Já, það ákveðin popúlismi, svo við höldum því til haga hvað popúlismi í skilningi fræðana að það er ekki bara einhlítt hugtak, það getur verið svona hægri þjóðernispopúlismi sem bara aktíft gert út á andu við útlendinga. Við sjáum það ekki svo mikið þó því hafi nú gætt aðeins í orðaði Flokks fólksins að stilla upp andstæðum, hinir íslensku sem þurfa aðstoð og útlendingarnir. En við erum meira að sjá það sem að svona fræðin tala kannski sem vinstri popúlisma. Þá það er elítan sem spillt. Elítan þá í okkar fyrst og fremst stjórnmálamennirnir en það er líka viðskipta elítan og ég vil menningar og mennta elítan og sem hefur hrifsað til sín einhverja sérhagsmuni sem að fólkið ekki að fá. Og fólkið þarf að fá meiri völd og meiri auð og mér finnst við vera að sjá þessum sjónarmiðum vaksa fiskurhrygg sem við sáum ekki fyrir ári síðan. Tekur undir þetta, það mikið stemning á vinstrivægnum, það svona vinstri grænir mæla stærstir. Já, eins og ég sagði áðan, við erum svo lítið komin að stað. Já, við vorum hérna áðan að ræða, 9 ára gamalt málið eitthvað. Ég hlusta á Harmageddon í vikunni og ég held að Einar Kára hefði það. Hann, var eitthvað svona, talaði um framtíðina og stóra hluti í það bil 4 mínútur. Og þá var hann kominn bara, en sumarið 2007 og síðan bara fór næsti hálftími í það. Og þannig að ef við ætlum að vera þar, þá verður þetta mjög skrýtnar kosningar. En ekki hætt við því einmitt að nú það eru nokkur flokkar sem hefur raunverulega hætt á dettu út, þar Viðreisn, þar Björt framtíð og jafnvel Framsóknarflokkurinn. Jú, og hugsaðu, allir þessi flokkar eru á miðjunni, þeir eru ekkert víðsfjarri hver öðrum, Þannig að þeir þurfa í þessari kosningabaráttu að tína upp einhver svona mál sem að aðgreina á hverju frá öðrum. Þannig að við þurfum að sjá einhver svona svolítið skrítin mál og svona örþrifaráð ykkur? Nei, bara skrítin mál sem að eru nægilega skrítin til þess að einn flokkur getur eignað sig það og síðan fara að rífast skrítin mál, skrítið fólk að rífast skrítin mál. Þannig að það verður eitthvað algjörlega klikkað. Og við munum seint einhvern veginn komast að merg málsins vegna þess að ég held að það sé alveg rétt að það verkefni sem við blasir hérna í stjórnmálunum, það nokkuð einfalt, heimsýn Íslendinga nokkuð almenn, hún ekki mjög klofin. En stjórnmálin hafa einhverjum ástæðum eftir hrunið svolítið einbeinst að því að fókusra á það sem sundramunum, sem aðskilum. Staðan fyrir að reyna að ná upp þessa hagsmuni sem að eiga við okkur öll, vegna sem við kunum hafa feikilega ólíka skoðunar á hlutunum en á endanum þá þetta sama súrmálkinn sem við étum. Já, mér langar svolítið að taka þetta, það eru til rannsóknir sem bakka þetta algjörlega upp sem þú segir. Ef við berum saman til dæmis á Norðurlöndum, málefnafjarlægð á milli flokkanna á Norðurlöndum og hún miklu meiri. En svo skoðum við Íslandi, bara sett upp svona myndrænt, þá allir flokkarnir eiginlega í öllum málum miklu nær. Og hvað endum við með að gera þegar við erum eiginlega sammála? Þá förum við bara einhvern veginn í mannin og missum kannski... Förum við mannin eða flugvöllin? Það endar allt í einhverju flug. Nei, þetta alveg skiljanlegt vegna þess að, eins og ég segi, við erum af því að við erum svona sammála stórlínurnar, alveg hárrétt, ég alveg sammála þessu. Þá hljótum við að horfa til þess hver mun færa okkur að þessari almennu sátt. Er það fólk sem við treystum og hefur nægilega mikinn trúverðugleika og heiðarleika til að bera til þess að við treystum því. Þess vegna snýst þetta einstaklinga núna þegar við erum nýstigin upp úr erfiðri kosningabaráttu síðast og þetta náttúrulega gríðarleg kosningaþreyta, það alveg rétt hjá þér í því, en ég held að sé samt líka bara að fólk vill fá bara frið, vilji gjöra svo vel og vinna þessa vinnu, þetta ekki flókið alveg, þú veist að segja Andrés, þetta eru tiltekið verkefni sem við að vinna, viljið vera til friðs og vinna þau meðan ég fer með barni á leikskóla. Ég meina þið sjáið það, það búið að vera starfstönd í landinu einhverja vikur og þú veist, það logar alveg ennþá á götuljósunum og þetta allt í lagi. Akkurat. En skýrir þetta ekki mikla fylgisaukningu Vinstri grænna? Þangað horfi fólk eftir akkurat þessum sem þú ert að tala akkurat núna. Þar hefur verið sama konan í brúnni núna allangt skeið og það ég meina Bjarni Ben sagði nú sjálfur þegar hann búið til kosninga, við viljum rótgróna flokka og hann var auðvitað að tala sig en fólk sá Vinstri græn líka og þannig að það þar og Katrín náttúrulega með ansi svona óflekkað mannorð hvað þetta varðar að fólk að horfa þangað. Var hann ekki einmitt að tala, þú veist, bæði til sín og hennar og síðan Framsóknarflokksins sem bara sprakk í loftinu framan hann? Jú, það má vel vera. En þetta sem, ef ég má tala meira, þetta sem þú veist að segja með, við erum að horfa aftur í tíman, á sama tíma, það mjög mikilvægt að gera upp þessi mál og verða kannski sent full upp gerð, þá ég að hafa mjög miklar áhyggjur af unga fólkinu, ungu kjósendurum okkar, þegar við erum að ræða hvað gerðist í október 2008,
Vegna fyrir þeim þetta bara sagnfræði. Og þeir bara, já, ég rámar eitthvað óljóst í þetta þegar ég var 10 ára eða hvað nú og þetta drepur endanlega, held ég, áhuga þeirra á pólitík og þetta verulegt áhyggjuefni, að minnsta kosti fyrir fólk sem þenkjandi eins og ég hvað kjörsókn unga fólksins að fara hratt niður við. Þetta mjög alvarlegt. Ég með veit svona nýjan kjósanda heima á mér, akkurat sem að verður 19 ára í janúar og fær að kjósa í fyrsta sinn og að svona feta sín fyrstu skref inn á þessu og hún einmitt svona að reyna að, já, 2008, þá var ég 9 ára. Þú veist, hún ekki alveg, hún mun alveg þennan tíma, en hún sko, og hennar vini, þau eru samt alveg áhugasöm. Þau skilja alveg, ég held að þetta áhugaefni, en það eru tækifæri. Þau eru að tala skuggakosningar framhaldsskólanna, til dæmis, það mjög spennandi. Ég held að það sé mjög mikilvægt verkefni eins og ég kýs skuggakosningarna sem svona platkosningar inn í framhaldsskólum, sem feikilega mikilvæg og þess vegna hefði ég mitt haldið að flokkarnir myndi grípa á lofti málefni eins og kynferðisafbrotin, eitthvað sem að ungt fólk tengi við og skilur miklu frekar heldur en það gerðist mjög hratt að þessar kosningar hættu að snúast En aftur á því sem Andrés að segja að kosningabaráttan, það fyrstu leiðtogumræðurnar á sunnudaginn, þannig að þá eftir að færa þessi mál fram og við sögðum þetta líka, aftur að Andrés segi, við sögðum þetta líka fyrir síðustu kosningu, það snýst ekki málefni, og svo raunverulega eftir á að hyggja, þá bara var ein manneskja með Panama. Svo hefur eftir að sjá, ég meina það stoppfundur Miðflokksins og eftir og þar búast nú margir við svona þessari stóru bombu. Einhver að nefnda að líklegt sé að Sigmundur muni gefa almenningi bankana. Það náttúrulega ekkert það, en það náttúrulega mjög líklegt að hann muni koma með eitthvað sambarlegt og leiðréttingu. Það verður með stórustu loforð á Íslandi. Enn ég sammála. Og honum tekst alltaf og mjög oft og með mikilli lagni á að eiga það að gera sjálfa sig að miðpunkti umræðunar. Það eiginlega næstuð aðdáunarvert. Sko, Sigmundur Davíð, hann hefur nefnilega hann hefur ás í erminni, sko, fyrir utan öll loforðin. Hann getur nefnilega alveg vel sagt, heyrðu, ég hef farið í kosningar áður með mjög stór loforð. Og það hleyja mér allan bæ fyrir það. Getur aldrei eftir það. En ég endur. Já, en það samt, eins og það loforð með leiðréttinguna og Bjarni Ben sýndi okkur ekki þá skýrslu fyrir síðustu kosningar, þá komi ljós að hún gekk aðalega til ríkra. Og það þannig að því ég að fara eignast dóttur, bara á næstu dögum. Og þá það þannig að 97, síðast þegar ég eignast mín fyrstu dóttur, þá var það þannig að við smælingarnir sem eigum ekki miklar eignir, erum ekki í sendandi SMS sem að selja eitthvað í 50 milljónum í Glitni. Við áttum þá 70% af þeim sem eru í lægri eignahóp Íslendinga áttu 27 milljarða í eignir. Þessi tala komin niður í 16. Og Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur fór í risastóra leiðréttingu sem að færði í rauninni þeir sem eiga meiri eignir, meiri peninga, færði þeim meiri eignir. Og mér skilst það svona 5% Íslendinga eigi helming alls eigið því þess á Íslandi. Ég veit ekki hvað fjölskylda forsætisráðherra á mikið í þeim prósentum, örugglega ákveðinn stóran hlut og hefur eignast meira meðan hann hefur verið við stjórnvöldin. Samanber Borgun, sem var einhver besti viðskiptadíll sögunar, sko. Og Bjarni Ben vissi ekkert af því, hann vissi ekkert af því, alveg hann vissi ekkert af pappa sínum, þó hann hafi vitað í júlí, hann vissi ekkert af þessu, hann bara óvart eignaðist pappans og félagar hans, Borgun. En hvað kemur þetta í því við sem varst að tala um? Að auðurinn, eignirnar og auðsöfnunin að færast á færri hendur, það kemur því við. Við vorum að tala um trúðurleika Sigmundar Davíðs, en ok. Já, ég var að tala um það, þú nefndi leiðréttinguna, ég var að nefna að hún farið að mestu leyti til hinna sem efnameiri. Já, þú varst komin aðeins lengra, en málið náttúrulega það, þegar hann lofaði þessu, það voru allir stjórnmálaflokkar aðrir á móti þessu. Töldu þetta að vera einhvern veginn óvinnandi veg og ekki skynsamlegt. Og var ekki skynsamlegt. Og þú veist, ég held að fólki í flestum flokkum og Framsóknarflokknum hafi verið frekar á móti þessu. Hins vegar fann fólk í kosningabaráttunni að kjósendur tóku þessu mjög líklega. Þannig að þegar það var komið fram að kjördegi, þá var komið annað hljóð í alla flokka. Og þegar menn voru að bollaleggja stjórnarmyndun, þá voru allir að segja, heyrðu, þetta er bara alveg með, sko. Það sem að Sigmundi tekst að gera, hann tekst að móta dagskrána, setja dagskrána og dagskráin ekki komin. Kannski kemur hún í kvöld, leiðtogumræðunum, kannski tekst Sigmundi að stela sviðsljósinu hérna. En ég mjög sammála sem Mikael að segja, þessi hugmynd fólks
sko upplifun og ójöfnuði, eigna ójöfnuði, náttúrulega kannski alkunna að tekju ójöfnuður er ekki mikill hér. Hann risastór breyta í íslenskri pólitík núna. Og það má ekkert vanmeta, sama hvort það er raunverulegt, hvort það er óumflýjað, hvort það er betra að vera hér en í öðrum löndum, það skiptir fólk engu máli. En það er þessi tilfinning sem er að keyra áfram líka stuðning við Vinstri græna. Það er óþægilegt að það sé, það er bestafall óþægilegt að formaður Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra muni ekki alveg hvort hann átti 50 milljónir ekki, jafnvel hvað kunni vera. Og það ýtir bara undir þessa tilfinningu fólks. Það er það sem það gerir, og sama tímabili og allir sem hafa farið í heimsókn á Landspítalann, þar sem þú vinnur, vita að það er sko mannekla og vandræði með húsnæði og fólk að flakka á milli herbergja. Ég talaði við konu daginn sem að maðurinn hennar dó á Landspítalanum og hann fór á milli 5 herbergja á jafnmörgum dögum af því að þar á Landspítalanum býr meira þess að fólk sem fær engin önnur úrræði. Yfir 100 manns búa þar bara og eru föst, sem eru oft fólk sem býr við mikil veikindi, kannski heilabilað eða þjáist af Alzheimer og hefur engin önnur hús að venda. Á sama tíma ákvað ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks að fara í leiðréttingu sem þú varst að tala sem hann setti mál á dagskrá og eins og þess að allir fylgdu bara með í þessum umræðum í þessum sjónvarpsþáttum sem að færði þeim efnameiri mest alla í leiðréttinguna, innan gæsalappa leiðréttingu vegna þess að fasteignaverð lítur bara að lögmálum þar sem að fasteignaverð hækkar. Ég held að punkturinn hjá Andrési sem fyrst og fremst sá alveg saman fólki finnst þetta að þá gerði hann þetta samt sko. Ég veit að hann gerði þetta og eins og Andri segir, þá fylgdu allir með í glóruleysu rugli og ef að það verður aftur núna þegar á miklu frekar vera kjósendur gerði það miklu leyti líka. Já, kjósendur tóku þátt í þessu auðvitað því að fólk veist að ég er freka að fá 100. Já, það þýðir ekki fyrir þig að vera hérna núna. Ég er freka að fá 100 kjósendur höfðu alveg tryllingslega rangt fyrir sér. Ég ætla að reyna að ná einu málefni áður en við klárum tímann. Sko, það lítur út fyrir svona samkvæmt flestum skoðanakönnunum að Björt framtíð og Viðreisn séu bæði að báðir flokkar sé að detta út og maður velti fyrir sér, sko, inn kemur mögulega Sigmundur Davíð og Flokkur fólksins. Hvert er frjálslynda fylgið að fara? Þetta er svona þeir flokkar sem töluðu mjög mikið þessi frjálslyndari málefni. Er þetta alltaf að fara á Samfylkinguna? Sko frjálslynda fólkið, það fara alveg örugglega ekki til Sigmundar eða fólksins. Það er alveg öruggt mál. Þannig að þetta fylgi mun einfaldlega finna sér farveg og líklega að ferða svona yfir á vinstri vang. Ég meina það er greinlegt að slatti þessum atkvæðum falla dauð. Þau fara og þau kjósa sinn flokka þegar þeirra skoðun og þau munu falla dauð. Slatti að fólki líka sem mun sjá það fyrir kosningarnar, atkvæðin munu falla dauð. Og síðan bara munu sitja með sinn mokka, macchiato eða hvað þetta heitir og ekki kjósa. Ég veit ekki, en ég held að það skiptir máli að langt flesta þessu fólki muna líkindum kjósa, einfaldlega vegna þess að það er í svolítið uppnámi eftir þessi stjórnarslið. Ég held að það skiptir máli. Skoðanakannanir benda ekki til þess að þessi margir fara að kjósa. Aðalmálið þó í þessu held ég að það mun finna sér farveg og það verður ekki sömu flokkarnir og það var bara tímaspursmál þegar kæmu held ég. Við vitum að sko, ef við tölum sérstaklega, við höldum að segja hvað að gerast hérna. Við vitum að sko, að kjósendur... Það er pláss á Landsbyggðinni, ég er ekki spart, ég hafði síman í gangi, afsakið það. Ef við tölum kjósendur Bjartrar framtíðar og Viðreisnar, þá er ákveðin prófíll á þeim kjósendum að þeir eru yfirmeðalagi menntaðir, til dæmis, og þeir eru mun líklegri en aðrir til að kjósa. Og nú vill svo til að var að koma skoðanakönnun í gær sem að spurði fólk hvað teldi það myndi kjósa núna og hvað það kaus síðast. Og það er þetta að keyra krosstöflu á þessu, það sem við sjáum mögulega flutningin sem er í gangi. Og það sem við sjáum að kjósendur Viðreisnar sem kusu síðast Viðreisn eru mjög miklu mæli virðist vera samkvæmt þessari einu könnun að fara til Sjálfstæðisflokks. Björt framtíð, þau eru að fara bæði til Samfylkingar og yfir á Vinstri græn. Þannig að það er helmingur í þessari tilteknu könnun þessi Viðreisn síðast segist að kjósa Sjálfstæðisflokki núna. En þetta er náttúrulega klofningur frá Sjálfstæðisflokknum, þannig að það er kannski eðlilegt. Þetta er klofningur sem er að því að út af þessu Evrópusambandsmáli. Sem er ekki gleyma því að Samfylkingin ætlar að ráða halva Björt framtíð bara einhleysinn. Já, þannig ég held að þetta fólk skilir sér á kjörst, en það er spurning hvort hvað það gerir eða sýnist flokkurinn ekki vera manninn á þing. En já, þannig að þangað hefur frjálslynda fylgið farið. En veistu að ég hef í alvöru áhyggjur af því að þarna sé sem sagt stór skoðanahópur, frjálslynt fólk, sem að verði bæði svolítið heimilislaus og munaðarlaus að mun ekki endilega eiga sem málsvara á þingi og mér finnst þetta svipa eins og þegar Samfylkingin hrundi á sínum tíma
að ég veit að hérna finnst maður eitthvað skrítið, en ég hef miklar áhyggjur af því vegna þess að sósíaldemókratismi, það er ekki öfgakend skoðun, það er ekki óvenjuleg skoðun, það er bara tiltölulega normal borgarleg skoðun að hafa fyrir það bil hérna þriðjung manna í flestum Evrópulöndum. Þannig að þegar að sá flokkur skreppur einhvern veginn niður ekki neitt, þá spyr maður sig, byrju, er það gott fyrir landið, þú veist, að það sé slíkt óefvægi og þegar að frjálslynda fylgi að gefa svona eftir og við erum að sjá jafnframt sem þetta populistum vex fiskurinn hryggi á sumum stöðum, Píratar virðast að halda sér á sínum stað og við erum kannski að tala um að það sé 20-25% fylgi sem er í flokkum sem eru svolítið, hvað maður að segja, hvarfakenndir. En ég er algjörlega sannfærð að þetta fólk er eins og þú ert að lýsa, þetta er svona meðvitað fólk og það kýs. Ég held þetta sé ekki, ég held að fá sér vissulega macchiato eða eitthvað, en það ber á kýs. Hver heldur fyrir nefið á kýs? Það kýs. Já, akkurat. Já, við komumst ekki lengra með þetta. Andrés, Hulda, Anna Sigrún og Mikael, takk hérlega fyrir komuna. Við verðum hér eftir örskamma stund.